þá finnst mér einhvern veginn blasa svo við að við þurfum að þétta raðina með Evrópu og ekki bara Grænlandi, Færeyjum, Noregi og Bretlandi sko, heldur bara Evrópu sem slíkri og það geruru í alls konar samstarfi við Evrópusambandið og svo hægt, þú veist, svo hægt að ræða hversu langt menn vilja ganga sko. Eitthvað nátt í einhverju fullkominni stöðu eða ekkert hefur breyst. Já, það auðvitað ekki hægt að halda því fram sko. Nei, því að sko það hin hliðin á þessu hjá Ólafi Ragnari að hann annars vegar tefli þessu fram sem mér finnst nú eiginlega bara svona dæmum að reyna að afvegaleiða umræðina smá, þannig leyfum mig bara að segja það. En svo segir hann raun svona tvennt. Þá ekki hægt að segja ekkert hafi breyst. Ég meina við vorum að taka alvarlega umræðu það og forsætisráðherra Dana þurfti að stafa það út að Atlantshafsbandalagið væri búið ef að Bandaríkjamenn myndu gera það sem þeir segðust þetta mögulega ætla að gera. Þó þú límir saman vasa sem brotnar þá er þetta ekki sami vasi sko. Þannig að það ekki hægt að halda þér fram að ekkert hafi breyst. Góðan daginn og velkomin á Flekaskil. Ég heiti Dagur B. Eggertsson og ég heiti Þórdís Kolbrún Reykjavík Gylfadóttir. Og í dag ætlum við að tala stöðu heimsins, það að vera niðri fyrir stöðu heimsins. Við vorum búin að lofa að fara aðeins yfir raundæmi Ólafs Ragnars Grímssonar Evrópumál og sitt hvað fleira. Já. En sumarviku líður mann eins og allt gerist. Þessa viku erum við með Íran í fréttunum. Eiginlega bara alveg eins og í síðustu viku og þar síðustu viku, það alveg að komast á samningar. Já, annarkvort alveg að bara fara að bresta á sko allsherja stríð eða samningar. Og það er bara mjög reglulega sem að ég veit maður á ekki að vera með skjátíma rétt á maður fyrir að sofa, en ég ger það nú almennt sko, og maður að skrolla í gegnum X. Allt í lagi, við erum hérna í hópu vina. Já, nei og svo fer maður að sofa og ég sagði, spurning hvernig þetta verður í nótt, svo einhvern veginn lítið að frétta daginn eftir. Maður veit ekkert alveg hvað þetta umverulega statt sko. Og eins og við fjallaðum þá sveiflast markaðnir ótrúlega mikið með því sem eru svona einhverja jákvæða vísbendingar og tóku verulega við sér þegar Marco Rubio svona taldi líklegt eitthvað myndi gerast á annan í Hvítasunnu en áfram einhvern veginn bara mjög svipuð staða og við tölum í hvað þar síðasta þætti. Þetta er þáttur nummer 8 núna. Já. Og svo Kúbu og það er svona líka koma svona smá svona bombur einhvern veginn það og svo liggur það, þannig að maður veit ekki alveg einhvern veginn tímalína eða áform þeirra þar. Nei. Og svo poppar Grænland upp af og til og gera það líka núna undanfarna viku. Já, það var tilkynnt það að það hefði verið gefin út ákæra, ekki satt, á hendur fyrirverandi forseta Kúbu fyrir svona gömul mál og fólk fór strax að tengja við Maduro aðgerðina þegar þeir fóru inn í Venezuela og sóttu hann. Þannig að það ítti svona bara undir tilfinningum að eitthvað væri vændum var þetta Kúbu. Já. Og mitt í því öllu þá birtir Trump mynd af sér á samfélagsmiðlum þar sem hann baku fjallið svona kíkir yfir Grænland og heldur fjallstindin. Já, og hann náttúrulega hann er svona special envoy eins og ég, maðurinn sem mætti til Grænlands á vegum Trump, svona hálf óboðinn. Já. Og réttlætti að þannig að það væri nú opin viðburð að ræða, þannig að hann mætti vera þarna og það var dálítið, ég fylgdist ekki með því eitthvað alveg á dýftina sko, en svona það var áhugavert að sjá hann, þú veist, hann var svona blaðamenn að ná tala á honum og spyrja hann og svona og þetta sló mig, ég veit ekki hvernig þetta verið slegið aðra sko, en þetta sló mig svona svolítið, þú veist, hann tók svona nálgunna eins og núverandi stjórnvöld í Bandaríkjunum eru almennt dálítið að gera gagnvart fjölmiðla fólki. En það flýgur bara ekkert hérna á þessum sveðum sko. Þannig að þú veist með danska fjölmiðlamenn og einhverja fleiri og hafa með svona viðhorf og svona svör einhvern veginn og þetta var bara eitthvað svona einhvern veginn afbrigðilegt fannst mér. Þetta aldrei svona skrítið einhvern veginn að þú veist, það var hann með svona, hvað ég segja, svona nettan dólk einhvern veginn í svörum. Að því að við höfum fylgst líka með svona ákveðnum köflum fyrir nokkurum vikum þá svona seitlu út fréttur að þetta væri nú í einhverjum svona föstum skorðum og væri einhverjum svona eðlilega viðræður en síðan var svolítið opnað á að grænlendingu er alls ekki rótt og ég held að New York Times hafa verið að skrifa það að þeir hafa bara áhyggjur eitthvað en að það sé ekkert breytt og kröfunar séu bara alltaf þær sömu. Já, og hann auðvitað mætti á viðburð í Danmörku þar sem svona ráðstefna sem Anders Fogh Rasmussen var hélt utan hana og var þarna í pallborði
landsstjórinn og hann var alveg skýr með það að þú veist þessu máli væri ekki lokið og í rauninni að bandarækjumenn væri ekki, það hefði í rauninni lítið breyst sko í þeirra vilja en var alveg skýr með það væri þetta samningaviðræður í gangi og það væri þú veist, stíf fundarhöld og svona en það hefur í rauninni ekkert komið út úr því þannig að ég get ekki sagt til það hvort að það verður einhver niðurstaða sem að menn geta fellt sig við sko, grænlendingar, danir og bandarækjumenn eða ekki, en allavega er því máli augljóslega ekki lokið. Nei. Stundum tengjast máli á svona undarlega vegu gennum samfélagsmiðla og þegar Trump birtir þessa Grænlandsmynd að þá er einhvers konar opinber reikningur Íran á Indlandi ef ég skildi það rétt. Sem tekur einhvern veginn svona einhvern snúning á því þannig að það bara fer í alla heimsmiðla og segir hérna miðl sem almennt er ekki að fljúga já, bara nei, Trump, þetta er ekki 13 ára skólastúlka þannig að hérna já, Íran og það fór á flug já, og Íran er einhvern furðulegan hátt að nota samfélagsmiðla í áráðustríði já, og mjög, sko, ég veit ekki hvort að það er örugglega einhverju sem er að hlusta sem að fá það á sitt svona feed eða aðgang, hérna þessi Lego-vídeó með mjög svona áhugaverri svona hip-hop, einhvern veginn tónlist undir, það sem að þeir gera mjög óspart grín að stjórnvöldum í Bandaríkjunum og þetta er einhvern veginn, ég veit ekki, þetta er bara lítið dæmi sko, þetta er einhvern veginn enn eitt dæmi það bara hvert, þú veist, hvar erum við stödd sko, þú veist einhvern veginn að horfa á einhverjar gervigreindar Lego-vídeó með einhverjum djúpum áróðri, þú veist, á milli þú veist, kjarnorku áhættu, óvissu eitthvað, þú veist, þú veist með Íran og Bandaríkin og eitthvað, þetta er einhvern veginn veit ekki, ég hljóma svo gamall maður að segja bara getur maður bara fengið að lesa hérna tímaritin þú veist, útprátið einhvern veginn og bara en á sama tíma þá maður nánast orðinn vanur því alls konar bara mjög stílisera gervigrindamyndir tengslum við Grænland en margt fleira birtist jáfnvel á opinberu reikningu Hvítahússins. Já, það er náttúrulega það verða alveg skrifaður það bækur sko, hvernig bæði náttúrulega sérstaklega aðgangur þeirra á X það sem er setja út, þú veist, í nafni skilur á gangi Hvítahússins, þú veist, eitt er að forseti Bandaríkjanna hefur auðvitað verið með sína nálgun á samfélagsmiðlum, þú veist, líka á fyrra kjörtímabili sínu, sko og það er, þú veist, það er alveg mikil breyting, en þegar að Hvítahúsið, þú veist, sem er tölvert annað heldur en einstaklingurinn, sko það sem er farið að birtast þar á frá þeim er, ég meina, maður horfir bara 12 mánuði aftur í tíman, þú veist, það er rosalegt að sjá það sko og meiris að heima síðan þeirra líka þeir eru farnir að eyða út alls konar bara sögulegum gögnum og þú veist, þetta er mjög svona skrítin ritskoðun í gangi sko. Sko gamli skólinn var sá að einhvern veginn að rýna í hvert orð og annars hvernig það var sagt í svona einhverju milliríkjaviðskiptum og einhvern veginn skrifa heilu bækurnar það sko þá saði þetta og svona Nú eru legoklipur og hérna þú veist hvað hérna, það er kannski skrítið að þeir sem eru vanir að vinna þessu umhverfi séu ungum sínum en Já, ég meina diplómasían er náttúrulega bara, þú veist, það er rosalega það er bara breytt það er rosalega breytt, það er bara breytt veröld fyrir, þú veist, með allt þetta hefðbundna sem einmitt hefur þróast og svona orðið, þú veist, það eru hefðir og venjur og það er talsmáti og það eru ferlar og einhvern veginn mallar bara allt svona skrifur kerfið bréf þannig með sko. stimplum og innsiglum Já, og þú veist, það kerfi er ennþá til en það bara nær ekki utanum það sem er að gerast lengur sko, þannig að það verður alveg, ég held maður þurfi að skilja einhvern veginn ýmislegt annað líka, það eru svona það er aðri brautateinar einhvern veginn svo víða sem að hafa jafnvel bara meira að segja heldur en svona hið hefðbundna sko. Og svo maður að reyna að taka þetta allt saman inn en ég einhvern veginn viðurkenni að maður verður bara einhvern veginn svona svo samdauna því að hérna, það er alltaf eitthvað nýtt og einhvern veginn þessi hluti bara eru og er að gerast og það er líka hægt einhvern veginn að bara líða eins og þetta sé bara
eðlilega ástand Því nýja norm að allt sé á hvolfi en þú ætlaðir aðeins að ég man einhvern veginn, þú sagði mér þegar ég spurði hvað ert að lesa og ég held að þú hafi nefnt Timothy Snyder fyrst áður og nefndir annað. Já, ég les nú, hann er alltaf búin að gefa út marga bækur og ég er ekki búin að lesa þær allar þó þær séu allar á okkurum lista yfir bækur sem ég langar að lesa en On Tyranny bara ótrúlega lítil bók og hún telur nú ekki nema 120 síður Í smáu broti og ég er búin að lesa hana nokkrum sinnum og vitna oft í hana og nota hann í kennslu núna síðasta haust í fæi í meistaranáminu í lagadeildinni í HR og hann, svo frétti ég það nú bara löngu síðar eftir ég las bókina fyrst að Guðmundur Andri Thorsson þýddi þessa bók þannig að hún líka til á íslensku hún einhvern veginn, mér finnst hún í öðru sér flæði á enskri tungu, þú veist, að því að ég veit, að það kannski bara ég en ef fólk vil lesa á íslensku þá er það líka hægt og mér finnst hún rosalega góð og þetta í rauninni bara svona 20 heilræði eiginlega og hún heitir harðstjórn já, á íslensku 20 lærdómar sem draga má af 20. öldinni og þó ég auðvitað fara yfir þetta á íslensku að þá ætla ég lefa mér að nefna nokkur atriði bara því þau svona hljóma einhvern veginn aðeins öðru sig á ensku do not obey in advance defend institutions beware the one party state believe in truth investigate contribute to good causes og svo framvegis og þú veist í þessari bók til dæmis hann að tala mikilvægi þess að eiga vegabréf sem eitthvað sem að kannski Íslendingar tengi ekki sérstaklega við en það eigum við öll vegabréf og notuðu það grimt en í Bandaríkjunum til dæmis það náttúrulega bara ekki þannig og þetta í rauninni svona gengur út á það að bara gleyma því ekki hvenar vísbendingar harðstjórn þú veist fara að birtast og hvað það sem þú átt að taka eftir þú veist þegar að farið að nota til dæmis bara ákveðin orði í einhvern veginn tungumálinu eins og það sé bara eðlilegt þú veist þegar að óeinkennisklæddir menn eru farnir einhvern veginn að bera vopn þú veist yfir í bara, ég meina hann til dæmis að tala mikilvægi sko frjálsa fjölmiðla og í rauninni fjölmiðla með þú veist ritstjórnarstefnu og þá þróun að þú veist við einhvern veginn teljum að við eigum að fá það allt frítt en gerum samt ráð fyrir því að það sé hægt að framleiða alvöru efni á hvaða formi sem það þú veist, með einhverja raunverulega ábyrgð á bakvið og að bera saman við, þú veist, ef þú þarft að laga pípulagnir, þá ertu til í að borga manni sem kann að laga pípulagnir en ef þú vilt fá að, þú veist, lesa alvöru fréttir þar sem einhver ábyrgð á bakvið og ritstjórnar stefna, að þá finnst þú samt eiga að fá það frítt og hann svona að tala fyrir því að, þú veist, þetta svona vera virkur borgari í samfélaginu þú veist, hvort sem að það að vera virkur í, þú veist, íþróttafélagi barnanæðina eða bjóðið fram til sveitastjórna eða, þú veist, styðja gott málefni eða bara einhvern veginn taka svona ábyrgð þú veist, og það ef að við öll erum með hugan við það að raunverulega svona svolítið rækta svona bæði þær skyldur og þar með þau réttindi sem við höfum að þá sé svona meiri viðnámsdróttur þú veist, gagvart því ef einhver ætla sér að brjóta það niður og ég til dæmis bað nemendum mínum að hugsa þegar þau voru að lesa í gegnum þetta hvað kom ég upp í hugan sko og þau sögðu nú mörg að ýmislegt í Bandaríkjunum til dæmis hafi komið upp í hugan við að lesa þetta og mér finnst þetta bara ég er farin að gefa, ég kaupi oft nokkur eintök ef ég einhvers staðar úti og farin að gefa, ok, kannski ég gef ekki öllum fyrir aðeins eftir ég svona hver það en þú veist, í staðan fyrir að mæta mér auðinsflösku í matabóð það léttir stemninguna það léttir stemninguna, það hefði allir gott að lesa bók allir. Já, hún verður 10 ára á næsta ári einmitt, hann kom hérna til landsins einhver tíman þegar að ég fór ekki að hlusta á það var bara, ég man ekki hvað ég var að gera í lífinu þá en ég var ekki þar. Ég hef hitt hann samt og hann náttúrulega mjög, hann umdeildur eins og allir sem að tala mjög skýrt sko, en hann
hann líka með fréttabréf sem ég áskrifanda og virkur á öllum, þú veist, öllum þessum miðlum, sko. En það sem að mér fannst svolítið fest þegar ég las þessa bók, löngu eftir þér og að þinni ábendingum meðal annars, var einmitt þessi skýrleiki og þessi óbáslega skýru varnarorð en líka eins og við sögðum henni upphafið, þetta er auðvitað dæmi það að vera mjög niðri fyrir og hafa mjög afgerandi áhyggjur og skoðun á samtímanum í hans tilviki í Bandaríkjunum og hann flutti nú til Kanada í raun meðal annars með vísan til bara hvernig eftir að Trump var kosinn í seinna skiptið en mjög virkur svona líka í grasrótarhreyfingum og þeim sem hafa verið að mótmæla No Kings og svo hann auðvitað með mikla sérþekkingu á svona austari hluta Evrópu og náttúrulega búin að vera rosalega aktífur í Úkraínu, þú veist, talar þessi tungumál mörg og hefur skrifað líka ótrúlega góð, hann er alltaf sagnfræðingur, hann hefur skrifað svona alveg, þú veist, mjög á dýftina og mjög langt aftur í tíman og hann er að skrifa núna bók þar sem hann er að tengja meðal annars víkingatíman við það svæði, sem sagt austari hluta Evrópu og við höfum kannski ekki tíma nefnda jafnvel, víkingatengingu bara Úkraínu og víkingana, sko, þannig að það verður, ég nefndi við hann til í hittana, hann ætti nú að koma til landsins þegar hann annarkvist væri að vinna í þeirri bók eða til að kynna hana þeirra. Ég held að ég hef alveg örugglega fyrst lesið það sem hann var að skrifa í tengslu við Úkraína því hann hefur mjög skýra sín á það og mjög svona rökstuta gagnrýni á svona þessa sögu sem að Rússlandi eða Pútín hefur verið að reyna að segja svæðið og einhvern veginn heilagt eignarhald Rússa á Úkraínu. Já, en svo er þetta nefnilega líka bara, sko, þetta ábara erind alveg við bara okkur hér, sko. Þú veist, hlustið eftir hættulegum orðum. Og ég meina, hann talar þú veist, sýndu ættjarðarást. Þú veist, hann er að segja, þú veist, verið hugrökk, styðið góð málefni. Lærðu að frumkvölum annarra landa. Þú veist, það er holdt og gott að þekkja fólki í öðrum löndum. Varist vopnaðar sveitir sem ég var búin að nefna og til dæmis og skerðu þau úr, þú veist, þegar á reynir að þá þarf alltaf einhvern til þess að einhvern veginn stíga fram og segja það sem þarf að segja og þetta er bara, þú veist, að því fólk getur tengt við þetta á ekki bara við einhverja, þú veist, einhverja pólitíska leiðtoga eða eitthvað, þetta getur bara átt við þú veist, það getur allir tengt við þetta, bara þú sem almennu borgari, frjálsborgari þú veist, það sem þú tekur bara réttindi þínum kannski mögulega sem svona sjálfsögum hlut þú veist, þú getur aldrei alveg gert það vertu dálítið meðvitaður það sem er að gerast og taktu ábyrgð, þú veist, bara í svona bara dagsdaglega sem þú gerir til dæmis bara með því að borga fyrir áskriftarfjölmiðli eða, þú veist, styðja gott málefni taka þátt í ykkur sjálfbáðastarfi hafa skoðun, þú veist, kjósa mæta kjörstað, bjótu jafnvel fram þú veist, þetta er svona og síðan þetta hafa varan á svona þegar að hlutir fara að gerast sem að við einmitt eins og nefndir í byrjun höfum tilhneigingu til að bara normalisera svona smám saman en sumt má ekki og á ekki að normalisera, þú veist, að taka bara eitthvað neginn gilt og segja, herra, þetta er bara svona Já, treysta einn innsæi og setja það fram þó að einhverjir kannski lítið hvast á þig eða undan eða hvað sem það nú er en þetta var bókahotnið Þetta var bókahotnið Við lofum einhvern tímann einhverju svona lista þetta er nú svona ansi fátaklegt yfirlit á íslensku Þetta er samt ég allavega, mér þóttu væntum að fengi þessi ábending á sínum tíma og eitt liður ofta á öðrum að fer að kíkja á eitthvað og þá einhvern veginn beinast augun að einhverju sem er líka áhugavert eftir sama höfundu einhvern sem er að skrifa skild málefni eða Við getum nú alveg kannski næsta þætti bara verið með einhverja kannski 3 titla kor og farið yfir svona hvað er Ég man, það var mjög eftirminnilegt bara á mínum stúdensárum eða, ég ætla ekki að segja á unglingsárum, þá Vigdís Finnbogadóttir forseti og Václav Havel þau voru nú góðu vinir og hann var þá orðinn forseti Tékklands kom til Íslands ég held að hún hafi örugglega ennþá verið forseti og ég fór að lesa bækurnar eftir hann og hann er að skrifa þetta í raun sem
andófsmaður og ótrúlega mögnuskrif sem hefur mikil áhrif á mann og þannig að það að fjarsjáðu líka í einhvern veginn því sem kristallast jafnvel undir kúun algjörlega og einhver finnur einhverja svona leið út úr því og það sem ég finnst aðeins áhugavert við það líka bara að við erum núna einhvern veginn það að við sem komin inn í tíma þar sem að þessir hlutir fara að rata eins svona aftur upp á yfirborðið, ekki bara hjá einhverjum sagnfræðingum eða einhverjum ákveðnum tegundum af einhverjum nördum sem að lesa einhverju sögu, heldur fer þetta að koma upp svona af því að þetta allt í einu á aftur erindi sem þetta ekki eitthvað gleðilegt í sjálfu sér, en það þá líka holdt að, þú þarft að þekkja söguna sko, og þó að við segjum oft hún endurtæki sig, hún kannski endurtekur sig ekki alltaf, en hún rímar oft, og þá rosalega mikilvægt að ég var nú bara komið frá Prag, bara núna fyrir nokkrum dögum, og var einmitt í höllinni sem kennd við hann og þar var ráðstefna Globsec svona svolítið varnarmála fókusörðu og þar að leiðindu þetta með áherslu á Úkraínu og var þar í panel annars vegar úkraínsku börnin með svona Evróbráshattin á en líka norðurslóðir með þá fyrirverandi ráðherra hattin á og í þessum kvöldverði fékk Maja Sandu, forsætisráðherra Moldóvu, verðlaunin, svona heiðurs verðlaun og Anne Applebaum kynnti hana til leiks og ég veit ekki hvort að maður bara orðin eitthvað meir eða hvort það að því mann stundum eitthvað niðri fyrir en ég einhvern veginn satt þarna bara svona hálfparstu með tárin í augunum sko að þú veist, einmitt af því að þarna ertu með þessa agnarsmáu konu forsætisráðherra Moldóvu sem að bara einn sterkasta kona sem að ég veit og það sem að þau hafa staðist kosningar eftir kosningar og stundum sko hugsa maður hversu oft þurfa þau að sanna sig, hversu oft þurfa þau að sigra erfiða baráttu í kosningum til þess að sanna það, þú veist, það að hleypa þeim nær hinni evrósku fjölskyldu sem það sem að þeim dreymir til þess að tryggja sitt svona raunverulega frelsi og fullveldi því að það og Anna Applebaum nefndi og ég hef örugglega nefnt ekkert í einhverjum þætti að fyrir síðustu kosningar að þá hafa rannsóknir sýnt að það sem að Rússar eyddu, þeir myndu kannski segja það sem þeir vörðu í að reyna að hafa áhrif á niðurstöður kosninga í Moldóvu jafngilti 1% af vergri landsframleiðslu Moldóvu. Auðvitað verg landsframleiðsla Moldóvu ekki mikil en þú veist, 1% af vergri landsframleiðslu samt helviti mikið. Þannig að það eins og, ef við bara heimferðum það á Ísland, þú veist, það eins og ef Rússar myndu verja 20 milljarða í að reyna að hafa áhrif á það hvernig niðurstöðu kosninga færu. Og þetta gerðu þeir auðvitað með bara allra handa áróðri, þú veist, upplýsingaóreiðu, alls konar netárósum og öðru. Og svo hafa þeir náttúrulega líka bara verið að, þú veist, borga fólki fyrir að mótmæla og múta hinum og þessum og svona. Og þar sem að þau gerðu var að til dæmis að opinbera almennt áður en að, þú veist, þegar þau fengu upplýsingar að það væri verið að kosta mótmæli, að þá fóru þau út og sögðu það áður en að mótmæli átt sér stað. Og auðvitað hefur það eitthvað fælingamátt að hinn almenni borgar sem gæti verið mögulega ginnkeyptur fyrir því einhverju sem að gerast, að hann fái sko með gögnum þú veist, upplýsingar það að þetta séu kostuð mótmæli af hálfu Rússa og þannig eru þetta ennþá þú veist, leifar af þessum tíma, þú veist, það er búið að fara í gegnum miklar umbætur, þú veist, breytingar á því hvernig dómarar eru skipaðir, þú veist, þeir eru vettaðir fyrirfram, það alls konar heimavinna sem þau hafa verið að fara í gegnum og þarna stóð hún upp á sviði og sko bað svo einlaglega fyrir því og alla sem þarna voru í salnum að taka upp hanskan fyrir Moldóvu og þau náttúrulega að vonast til þess að í júní verði opnaðir einhverjir þú veist, kablar og annað varandi aðal til Evrópusambandinu. Þetta er náttúrulega pingulítið land, fátækt. Þetta er land sem með hluta af sínu landsvæði, undir stjórn Rússa. Þetta er land sem að tók hlutfallslega á móti sko örugglega flestum, Pólverjar tóku þetta á móti rosalega mörgum úkrænumönnum en þau eru svo fá. Og þau gerðu það án þess að kvarta og ég hef farið þarna nokkur sinnum, menn að þetta þú veist, utanríkisráðuneytið ekki með varaafl, sko, ef að orkan fer út, skilurðu.
þú veist, þetta er svo brothætt en þau stóðu þarna með bara opinn faðminn vegna þess að þau sögðu, herðu, þú veist, Úkraína bara varnarlínu fyrir okkur, ef Úkraína brotna þá erum við bara, þú veist, við erum bara hérna bókstaflega næst og við getum ekki, þú veist, við getum ekki verið okkur sjálf, sko. Já, Moldova með íbúafjöldinum 2,4 milljónir, þetta er bara mjög fámennt land með þessa stóru nágranna og lítið landsvæði, sko. Já, á landamæra Úkraínu frá 3 hliðum og Rúmeníu frá þeirri 4, þannig að hérna og ásamt Georgíu kannski það land þar sem að rússar hafa beitt sig með hvað beinustum hætti. Já, en Moldova haldið, skilja, meðan að Georgíu er náttúrulega bara dálítið, þú veist, við erum bara svolítið búin að missa Georgíu, sko. Já. Allavega eins og Sakistanda. Og það bara gerist frekar hratt, sko. Já, með við kosningarnar, en margir með tengjaði við þessa konu. Algjörlega, nei, við þetta og bara... Og hennar einhvern veginn svona baráttuafl en þarna þetta er líka bara einhvern veginn dæmi sem er kannski svolítið fjarri okkur að þarna er þessi þjóð sem sér þessa aðild að evrópsku fjölskyldunni í gegnum aðild að Evrópusambandinu sem öryggistryggingu. Já, og þau eru í rauninni, sko, þú veist, umræðu aðild að NATO þú veist, hún er bara nánast, þau eru rosalega lítið fyrir henni og ekki mikill stuðningur í rauninni við það, þú veist, þannig að þau eru... Það sé alltaf stort skref á ögrandi. Já. Og þau horfa á og það minnir náttúrulega dálítið á, þú veist, Úkraínu þótt það sé ekki það sama að þá er það þessi, sko, leið að, þú veist, vera með yfirlýsing það hvar þau vilja tilheyra og hvað það þýðir fyrir þau, þú veist, og þess vegna hafa þau verið að, eins og ég segi, fara í gegnum allar þessa miklu, sko, umbætur, þú veist, varðandi bara að geta, þú veist, bæðvarandi, þú veist, spillingu og frjálsa óháðar, þú veist, sjálfstæða dómstóla og hérna, og allt þetta. Og síðan er meiri sér náttúrulega umræðum það í Moldovu að því þau eru alltaf miklum nánum tengslum við Rúmeníu og það er meiri sér umræðum það hvort að þau ætti að formlega saminast, þú veist, Rúmeníu. Já. Og verða hluti aftur að Rúmeníu og það er náttúrulega, og ég mitt á Globsec hérna í Prag, þá var hún upp á sviði og var spurð út í þetta því hún hefur sagt sko opinberlega að hún væri mögulega hlindi og það er ekki meiri hluta stuðningu við það í Moldóvu en það er samt talsverður stuðningu við það og það er ekki að því að fólk langar ekki að Moldóva sé bara raunverulega, þú veist, ein sjálfstæðu fullvalda, heldur eru þau bara smeyk að hvort að það dugi til. Þannig að hún hefur svona gefið í skyn að hún væri myndi tala fyrir því að gera það og það er náttúrulega rosalega skrítið að vera, þú veist, forsætisráðherra lands upp á sviði og svara því hvort að þú sért einhvern veginn temmilega peppaður fyrir því að bara eitthvað sameina landi sem þú ert þjóðleitói fyrir öðru landi, sko. Akkurat. Þannig að þú veist, bara veruleiki, þú veist, þessa fólks er svo allt annar en okkar hér og ég man þegar við fórum einu svona þarna utanríkisráðherrar svona af hálfu Norðurlanda og Eystrasaltsríkja að því þegar Eystrasaltsríkin voru að berjast fyrir sínu endurheimta sjálfstæði að þá voru Norðurlandi náttúrulega voru þar sko mikil aðstóð og miklu svona vinir í raun ég meina ég á eitt félag sem að þú veist var að vinna í utanríkisráðuneyti Litáen og hann var á launum hjá danska ríkinu þú veist það var verið að svona hjálpa þeim að standa á eigin fótum og þarna komið það á þessir sko Eystrasaltsríkin og rauninni sögðu þú veist þegar við vorum nánast getur sagt þegar við vorum þið það voru Norðurlandi til staðar fyrir okkur núna erum við komin á þennan stað og nú erum við ekki lengur 5 heldur erum við 8 og nú viljum við halda áfram að þú veist, svolítið gefa tilbaka það sem við nutum góðs af þannig að maður getur einhvern veginn ekki annað en haldið með þessu smáríki með ótrúlega merkilega sögu og hérna bara yndislegt land sko mjög góð vín sem að ég væri mjög til í að væri meira að flutta af hérna til Íslands já, en maður bara heldur með svona, þú veist, fólki sem bara einhvern veginn, þú veist berst og þú veist kvartar ekkert, þú veist, skilur, það er ekki feimið við að biðja aðstoð, skilur en það er ekki einhvern veginn að þú veist, þau fá örugglega svo oft spurningur bara, hvernig er þetta ekki erfitt og eitthvað, þú veist, en þau bara jú, en ég meina, herru, við erum að skila okkar við myndum, þú veist og það setur oft svona hlutin í samhengi, þú veist, þegar við erum hérna fjallum okkar áskoranir og alls konar verkefni og jafnvel vandamál, sko. Þá eru mjög margir sem myndu vilja skipta okkar vandamálum á sínum. Já, ég er svolítið að segja það, sko. Og hérna, já, og svo erum við náttúrulega komið fríverslunarsamning Moldóvu, þannig að sjáta á til
þeirra sem að flytja inn góð vín að líta til Moldóvu og nota nýja fríverslunarsamninginn okkar. Nú erum við alveg komin á sko bara landamæri þess að vera með vínauglýsingu í flekaskilum og það eru ákveðin flekaskil. Þetta er alltaf áfengislaus vínskil. Já, það er ákveðin flekaskil í þessum þætti. En talandi umræðinu hérna heima, þegar við lofuðum nú að setja allt í samhengi, að þá vorum við líka búin að lofa. Já. Þannig að ég passa við stundum við lofa og við ætlum að fara aðeins yfir raundæmin í Evrópumáli. En við ætlum ekki að fara yfir þau jafnlöngu máli og Ólafur Ragnar Grímsson, nýja Þorsteinn Pálsson og við ætlum ekki að fara yfir þau með tæmandi hætti. Við bara vísum á mónolog hans, Ólafs Ragnars og mónolog Þorsteins Pálssonar. Já, við nefnilega vorum búin að... Þú voru búin að velja 3. Við vorum búin að hrósa viðtalum Ólaf sem var ítarlegt og svo áðurum við vissum þá var komið næstu jafn ítarlegt viðtal í Chess After Dark sem er annað hlaðvarp. Sem við höldum áfram að auglýsa hér. Já, akkurat. Við Þorsteinn Pálsson og hann skrifaði mjög kjarnyrta grein á DFF sem er nú hægt að slá upp því að það er svona kjarnarletar svolítið. Hans svona mótrök eða andbarur við raundæmum sem voru sögð vera 10 en reyndust bara vera 7. Veit ekki hvort að það er eitthvað tákrænt en þau eru sem 7 sem að Ólafur Ragnar fer yfir og já, auðvitað verði þess virði að fjalla þau öll en Þorsteinn er búin að gera það dálítið rækilega. Ég hugsaði fyrir ekki skítinni að nú ferði í dæmin sko, ég hugsaði hvað hefði nú verið áhugavert eða sko, kannski ekki fyrir alla en ég hefði viljað heyra þá saman þú veist að þið má búin að hlusta á öll þessi rök Ólafs Ragnars og þú veist ég hef bara mínar skoðanir ýmsar á því og eitthvað og svo hlusta maður á Þorstein og maður hefur ykkur skoðanir á því en það hefði alveg verið áhugavert að það hefði svona verið á sama tíma og sama stað sko og geta svona, þú veist það er kannski bara ábending sem við sendum hér út í því ég er ekki vissum að við gerum það í flekarskilum líklega ekki. Nei, en að því vorum að tala það svolítið í síðasta þætti Þeir getur nú verið með hlaðvarpi svo við. Við kostum því að nú. Já, akkurat sko. Og en við vorum að fara þess yfir orða Ólafsum sko að lýðræði staði ekki að rætu lýðræðis væri ekki einhvern veginn tröstum fótum í Evrópu og mér fannst það athyglisvert og vísaði það að ég hafði verið að fara yfir sko sögu Grikklands og Evrópu með sinni mínu sem var að fara í stúdentspróf en eftir þáttinn þá bara ég kíkti aðeins á þetta og auðvitað er erfitt að mæla hluti eins og lýðræði annars er erfitt að mæla reyndar hagvöxt og alls konar það er erfitt allt að mæla þetta er samt mælt já það er erfitt að mæla jafnrétti þó við mælumst þar hæst þjóða og erum mjög stolt og ánægð með það en á þeim mælikvörðum þar sem er verið að bera saman þjóðir varðandi lýðræði þá tróna Norðurlöndin mjög oft ofalega og efst gjarnan einhver þeirra og Evrópuríki fylla þarna flest efstu sætin þannig að þó að við höfum rætt eins og Ungverjaland og og Pólland lenti nú á fyrir mannréttindadómstóla Evrópu fyrir hvernig þeir hefðu skipað dómara tíma að þá er það kannski til margs að Evrópa álíka ákveðin tæki og vettvang til þess að taka á slíkum málum og Evrópusambandið þetta með sín svona skilyrði sem ég held að séu kennt við Kaupmannahöfn og er hlut af því bara sem er farið í gegn ef einhver eins og Moldóva eða Ísland vill sækja þá er farið í gegn hvernig einhvern veginn ríkin standast svona lýðræðislegar spurningar ýmislegt meðal annars frjálsa dómstóla og fjölmiðla og margt fleira þannig að ég fann ekki beinleinis sko orðum Ólafs stað í þessum alþjóðlega samanburði sem þó er til þannig að en hann setur þarna fram einhvern veginn kenningu það að eitt af því sem við höfum að vera að horfa á og það var fyrsta raundæmið hans að okkar nánustu nágrannar eins og norðaða og átti þá við Grænland, Færeyjar, Noreg og Bretland væri ekki í Evrópusambandinu og við ættum að draga ályktanir af því Ég var aðeins hugsað þetta eftir Brexit minnum að Ólafur hafi talað gullna þrígirningin sem væri stóra tækifæri fyrir okkur sem væri að vera í nánara samneyti við Breta annars vegar og Normenn hins vegar. Þetta fór nú aldrei á neitt flug, hvorki sem efnahagssvæði eða eitthvað annað en
mér finnst hann hafa tilnýjingu til þess að benda alltaf í aðra átt þegar aðri benda til Evrópu og að því að við erum búin að vera að tala svona áskoranir í samtímanum og sérstaklega alþjóðlega og í samskiptum við stórveldi og við erum búin að tala kenningunum að raunverulegt sjálfstæði sé að standast þrýsting að þá finnst mér þetta í raundaldið lítil hugmynd hvort sem við erum að tala efnahagsvæði, varnarsamstarf eða bara vinaþjóðabandalag ungmennafélagsmót eða keppni í fótbolta þú veist, Grænland, Færeyjar, Noreg og Bretland ég hugsa að Bretar myndi vinna ekki nema okkur auðvitað, Norðmennir dóttir góðir en svona ég veit ekki hvernig það slærði hvernig myndi þetta styrkja stöðu Bretlands í samskiptum við Bandaríkin eða Grænlendinga og Dana í samskiptum við Bandaríkin? Sko, ég náttúrulega veit ekkert, ég ætla ekki að fara að prjóna við það sem að Ólafur Ragnar var að segja, sko, en bara gera það bara mínu, þú veist, maður hugsaður auðvitað, ef þú ert að hugsa valkosti við það að ganga í ESB og jafnvel valkosti við bara algjörlega óbreytta stöðu, að þá held ég að það að eins og einhver umræða svona hér núna hvort að það sé einhverja leiðir til þess að styrkja sko Ísland, Grænland, Færeyjar samstarf, þú veist þetta svona vestnorræna samstarf með einhverjum hætti og þá með það meðalans fyrir augum að styrkja og styðja við grænlendinga raunverulega. Þú veist, ég held að geta alveg verið einhver tækifæri í því. Hins vegar að telja upp lönd sem okkar helstu nágrannar og ekki ESB og tiltöku Grænland og Færeyjar, þá náttúrulega í fyrsta lagi eru þetta, sko, hvorki Grænland og Færeyjar eru nú sjálfstæðar þjóðir, sko. Þú veist, þetta ekki sjálfstæðar fullvalda ríki. Þetta eru bæði ríki sem tilheyra konungsveldi Danmerkur. Og Danir auðvitað eru, þú veist, í ESB og svo ertu með evru, danska krónu tengda við evru og svo framvegis. Bretland, ég meina það alveg rétt og Bretland eru algjört lykil ríki í samskiptum okkar en ef þú horfir á tölur og gögn til að mynda efnahagslegan þrótt Bretlands eftir Brexit að þá gekk það plan og kannski ekki alveg eins og þeir sem töluðu hæst sá fyrir eða trúðu. Það gekk nú bara beinleins hörmulega. Það svolítið þannig, sko. Allavega mati Bretra sjálfra og sjálfstæðara stofnana sem hafa tekið þetta út og skoða tölunar. Akkurat, sko. Þannig að þú veist, það er síðan annað. Fyrir utan síðan önnur vandamál sem einhvern veginn var búið að segja væri bara því að kenna að þau væru í ESB en þeim eru kannski ekki endilega tekist að leysa að þóttu væru farin þaðan út, sko. Eins og varðandi, þú veist, flótta fólk að koma á litlum bátum og svo framvegis. En síðan náttúrulega ertu með Írland þarna, það nú eins og Þorsteinn svo sem nefndi, þú veist, ef maður að eitthvað að festa sig í því ykkurum vegalengdum og annað slíkt, þá Írland auðvitað okkar nágrannaríki sömuleiðis. Og kemur kannski svolítið óvart að nefna ekki Kanada, þó það sé lengra í burtu að þá einhvern veginn er Kanada með mjög sterk tengsl við okkur. Já, og það, ég meina frá flugvöllunum sem búið að gera á Grænlandi, ég meina það klukktíma flug þaðan yfir til Kanada, sko. Já, en þegar maður skoða hvað þessi lönd eru svo raunverulega að gera, Noregur, Bretland, Kanada, einhverju leyti Grænland, þá eru þau öll að styrkja sambandsitt við Evrópusambandið. Já, það var það sem ég ætlaði að nefna, sko. Ef maður er að tala um valkosti við það að ganga í ESB, sem að, ég meina, það eru þetta alveg kýrskýrt að Ólafur Ragnar vill alls ekki að Ísland gangi í Evrópusambandið. Og ef þú telur annarkvort einhverja þörf á einhverjum breytingum á fyrirkomulagi eins og í dag, þú veist, eða bara ert að leita einhverjum frekari tækifærum, að þá auðvitað máli líta til þess að þessi lönd, Kanada, Noregur, Bretland, þetta eru ríki sem eru að þétta raðirnar. Þú veist, þau eru að horfa til Evrópu og þau eru að þétta raðirnar með Evrópusambandinu. Ekkert þessar ríki eru að fara að ganga í ESB og þau eru ekki með það á stefnuskrá og þau eru ekki að þétta raðirnar með það markmið að ganga í sambandið. En þau eru öll og meðal annars Kanada eins og við höfum svo sem nefnt, þú veist, sem eru 100 sinnum fjölmennari við og annars stærsta land í veröldinni eru að þétta raðirnar með Evrópu og Evrópusambandinu, pólitískt, efnahagslega, öryggislega, varnarlega af, þú veist, góðum og gildum ástæðum.
þannig að sko, þú veist, ég get alveg, ég meina, og við erum kannski ekki eitthvað alveg sama stað með það, eða við erum ekki alveg sama stað með það, að þú veist, það að segja út af öllu sem að gerast í alþjóðamálum eða út frá gjaldmiðli eða út frá vöxtum og verðbólgu og það hangi saman eða hvað að þá hérna eigum við að ganga í ESB að þá er hægt að líta til þess að það er svo margt þarna á milli og mér fannst, þú veist mér finnst ekki ég er ekki sammála því þegar að menn nálgast það þannig að einhverjar breytingar og að teygja sig í einhverjar áttir að það megi aldrei ræða að það fari sko sé með beinum hætti í einhverju samstarfi við Evrópusambandið. Þú veist, það bara vill þannig til að þú veist, öll þau ríki sem í Evrópusambandinu þau eru í þeim ríkjum mismikil stemming fyrir því en þau eru búin að koma sér upp einhverju systemi sko, það er eitthvað kerfi, þú veist, það sem að menn eru með samstarf og setja inn hérna fjármagn og eru með sameiginlega reglur og við tökum auðvitað hluta því upp þar sem að þannig að þú ætlar að þetta raðirnar með Evrópu á einhverjum þessara sviða að þá eðlimál samkvæmt fer margt af því í gegnum Evrópusambandið og það er það Evrópusambandið sem er mótaðilin í því fyrir, þú veist, hönd Evrópu í raun sko. Svo getur þetta verið með eitthvað til viðbótar, þú veist, við önnur ríki eins og Bretland eða hérna Noreg eða hvað. Þannig að mér hefur fundist svona, þú veist, kollega mínir vera dálítið svona tilbaka með það að hvað sem öllu líður, þá finnst mér einhvern veginn blasa svo við að við þurfum að þétta raðina með Evrópu og ekki bara Grænlandi, Færeyjum, Noregi og Bretlandi sko, heldur bara Evrópu sem slíkri og það geruru í alls konar samstarfi við Evrópusambandið og svo er hægt, þú veist, svo er hægt að ræða hversu langt menn vilja ganga sko, en mér finnst einhvern veginn ef að línan á að vera bara við ætlum ekki að hreyfa okkur neitt af því að við viljum ekki færa línuna gagnvart því að eða við séum á einhvern nátt í einhverju fullkominni stöðu eða ekkert hefur breyst Já, það er auðvitað ekki hægt að halda því fram sko. Nei, því að sko það er hin hliðin á þessu hjá Ólafi Ragnari að hann annars vegar tefli þessu fram sem mér finnst nú eiginlega bara svona dæmum að reyna að afvegalega umræðina smá þannig leiði mig bara að segja það en svo segir hann er raun svona tvennt sem þessu tengist sko, annars vegar segir hann þegar að Evrópusambandinu var til umræðu 2009 voru varnarmálin varla rædd. Hvað hefur breyst? Já. Eða ekkert hefur breyst. Nei, af hverju núna, spyr hann. Já. Sem að ef að þetta væri í blaki þá væri þetta kallað að gefa upp boltan þannig að einhver geti smassað. En svo segir hann binninni sko, varnarsamningurinn hefur ekki breyst, ekkert bendi til þess ólíkt þegar George Bush yngri dró herinn frá Keflavík Grænland er óþægileg umræðin en samningaviðræður í gangi ef samningar nást hvað hefur breyst og þetta tengir svolítið við einhvern veginn umræðina niður á þingi sem hefur verið núna þjóðaratkvæðagreiðsluna að mér finnst svo rík tilhneiging til þess að nálgast umræðina eins og ekkert hafi gerst í heiminum og þessi svona staða í alþjóðakerfinu sem við höfum verið að tala með okkar þáttum bara eigi ekki að taka neitt inn og hérna maður veit ekki alveg hvað maður á að byrja sko. Nei, ég held að sko í fyrsta lagi er því nú auðsvarað að það hefur auðvitað ótrúlega margt breyst frá árinu 2009 þegar kemur að varnarmálum, alþjóðamálum og stöðu svona okkar helstu bandamanna og svona ákveðnar bara sko skruðningar einhvern veginn í þessu, þú veist, kerfi. Jafnvel þótt á endanum yrði samið eitthvað annað fyrirkomulag á okkurum svæðum á Grænlandi sem ekkert útsið hvort það gangi. Að þá er ekki hægt að segja ekkert hafi breyst. Ég meina við vorum að taka alvarlega umræðu það og forsætisráðherra Dana sagði þurfti að stafa það út að Atlantshafsbandalagið væri búið ef að Bandaríkjamenn myndi gera það sem þeir segðust hérna mögulega ætla að gera. Þú tekur það ekki, þó þú límir saman vasa sem brotnar, þá er þetta ekki sami vasi, sko. Þannig að það er ekki hægt að halda þig fram að ekkert hafi breyst. Ég meina, ef það var þannig að Danir hafi verið að flytja blóð til Grænlands.
sem var staðrind til þess að búa sig undir átök. Þú veist, ég meina það ekki hægt að segja ekki það hafi breyst og þetta sko háð því þá að ef við gefum okkur að samningar náist þannig að allir geta einhvern veginn vel við unnað og við getum eitthvað, þú veist, haldið áfram og svona lagt þetta hérna til hliðar. Fyrir utan síðan bara umræðu, þú veist, bara stöðu, þú veist, Atlantshafsbandalagsins sem að, ég veit að það er mikið tilheng til þess að mikla alls ekki og enginn einhvern veginn tala af sér eða íti neinu eitthvað lengra heldur en það þarf að fara og allir vilja bara, þú veist, keep calm og einhvern veginn komast í gegnum þennan tíma og allt það. En þú veist, það er ýmislegt sem verið að einhvern veginn hafa áhyggjur af baku tjöldin og það er ekki vegna þess að eins og þegar Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins sagði Evrópu geti látið sér dreyma að geta varið sér sjálf, að þá held ég enginn í Evrópu sem að láta sér dreyma það er meira bara, þú veist, þegar þú færir masteruð með hvað getur mögulega gerst, hvernig hvað ætlar að gera sko. Þannig að mér finnst það nú svona einhvern veginn alveg augljóst. Þótt á móti síðan megi alveg segja að þau sem segja að þessi klásula í Evrópusambandinu sameiginlegar varnir, þú veist, þegar sagt að því að orðalagi þar skýrara heldur 5. grein Atlantshafsbandalagsins, að segja að það sé einhvern veginn þar með sé það hvað, innan frægu 42. grein punktur 7 yes. Í Lissabon-sáttmálanum sem að kveður á í raun gagnkvæm viðbrögð. Já, skyldur ríkja til þess að bregðast við ef og það næri líka til náttúruvár og svona breiðara sviðseldur bara hernaðar. Já, þannig að þú veist, þóttu þegar þú lest hana þá getur alveg sagt, þetta skýrar og orðalega heldur en 5. greinin. Og lagalega bindandi. Já, en sko í raunheimum að þá ertu náttúrulega með, þú veist, 5. grein og heilt kerfi og þú veist, stofnun og vopnaburð og skuldbindingar og mikla sögu og greinin hefur virkjuð einu sinni fyrir Bandaríkjamenn og þú veist, ríki brugðust við og fólk í þeim ríkjum lét lífið við að aðstofa Bandaríkjamenn og allt það og svo ertu með þessa grein sem að hún skýrt sko orðuð en þú veist hvað þýður hún í raun, ég meina hún hefur bara staðið þarna, hún hefur mjög lítið verið rætt, þangað til bara mjög nýlega, þú veist hvað raunverulega þýður hún, þú veist þetta eitthvað sem að fólk verður eitthvað byggt utan þetta eða verður það bara utan við Evrópusambandið ef að Evrópa ætlar að byggja upp eitthvað mekanisma eða eitthvað viðbragð, eitthvað kerfi eða eitthvað stofnun eða eitthvað, þú veist verður það bandalag viljur að þjóða sem einhvern veginn þú veist ég veit það ekki. Þannig að ég held að þú veist þau sem segja já við erum með klásulu í Lissabon-sáttmálanum þannig að við erum alveg góð, þú veist, það er auðvitað líka einföldun sko og það er svo sem kannski ekki margir sem að halda því þannig fram en ég held að bara tíminn muni leiða það í ljós hvað hún raunverulega þýðir. En það er ekki hægt að halda það fram ekki það hefur breyst, það sjá nú bara allir sem Já, og bara aðeins til uppröfunar, ég man ekki einu sinni hvort við nefndum það að þegar Kostas fyrirvændi fórsætisráðherra Portúgal og fyrirvændi borgarstjóri Lissabon kom á fund NATO-þingsins að þá spurði hann þýðingu þessara greinar og hann svolítið svipað og þú ert að segja núna sagði, hún var auðvitað sett inn viljandi á sínum tíma en hún hefur verið í miklu meiri fókus núna undanförn og framkvæmdastjórnin með vinnu í gangi við að dýpka skilningun á samstöðu það hvað hún þýðir sem segir mér með öðrum orðum að Evrópusambandsríkin átta sig á að það getur verið styrkur af því að hafa þetta dálítið skýrara og hafa þá eitthvað viðbragð því að núna eru þetta komnir upp svona stofnulegir struktúrar til þess að herinni tala betur saman og svo framvegis þó svo að allir undirstriki alltaf í þessu að NATO, þú veist, fólk ekki að fara tvöfald eitthvað en það kerfi alls ekki. Heldur frekar styrki þessa Evrópustóð í NATO sem að eins og við höfum líka áður rætt náttúrulega, þú veist, allir eru sammála að þurfa að gera þú veist, bæði það að Evrópa verji meiru, Evrópa sé sterkari, Evrópa hafi meiri burði til þess að verja sig meira sjálf, þótt hugmyndi með NATO sé að hún gera það ekki alein, heldur með Bandaríkjunum og Kanada líka, en sömuleiðis að auka þessa skilvirkni á milli landa, þú veist að þú sért ekki með fjöldan allan af bara innstungum, skilurðu, innstungum í breiðri merkingu þess orð, og vanti millistikkin. Já, og það vanti síðan all millistikkin, sko, þú veist, og það er eitthvað sem allir eru sammála að þurfi og það er auðvitað líka auðvitað það unnið innan Atlantshafsbandalagsins og það eru allir sammála, bæði Evrópuríkin í rauninni, sömuleiðis Bandaríkjamenn sem hafði verið að pressa á það þú veist, nánast í meira en áratug
og Kanada líka, og Kanada auðvitað líka sjálf, þau eru náttúrulega líka að auka við sín útgjöld og hafa náttúrulega verið sögulega frekar lág sko. En núna erum við og kannski Ólafur Ragnar líka, við erum samt bara komin á flug að tala varnarmál í hinum hefðbundna hernaðarlega skilningi. En það sem gerist í Grænlandsmálinu þegar Trump hótar þeim 8 ríkjum fyrir utan okkur sem sendu hermenn til Grænlands sem viðbrögð við þessum hótunum hans sko tollum, að þá stígur Evrópusambandi fram og þú hefur, eins og ég hef nefnt áður, skrifað þessa grein sko efnahagslega landvarnir og það kannski það einhvern veginn sem vitt sem þarf að taka inn að það líka gjörbreytt að núna farið að nota bæði svona virðiskeðjur í alls konar hátækniframleiðslu, tolla í raun viðskipta takmarkanir og hvað selt til hvers og svo framvegis sem svona eitthvað vopn og þrýsting í samskiptum ríkja og þá finnst mér eitthvað svo fráleitt að það dugi að sko nágrannar sem maður getur nánast hort til yfir sjóndeildarhringinn dugi sem eitthvað svona bandalag til að standa gegn slíkur sem oft kemur frá stórveldum. Nei, og ég meina, og þau, þú veist, ef maður tekur aftur Grænland og Færeyjar þá náttúrulega er alveg augljóst að, þú veist, það þéttara samstarf og mögulegt einhvern veginn bandalag myndu þetta ekki duga í því, það er nú, þú veist, það er öllum ljóst. En það er líka, þú veist, varðandi þessar svona efnahagslegu varnir og þennan þrýsting, þú veist, það er auðvitað orðið bara svona almennt viðurkennt að það að teikna upp einhvern veginn, þú veist, þeir eru að hugsa fullvald og sjálfstætt ríki, hversu öflugt er það í að standast hverskins þrýsting, og þá er það ekki bara þessi beinharði sko varnar, þú veist, ógnar mat út frá einhverjum vörnum, hernaðlegum vörnum, heldur líka annars konar og það er auðvitað annað sem hefur breyst. Ég meina, við höfum ekki vanist í að okkar nánasti bandamaður sé að hóta bæði himinháum töllum og síðan til viðbótar að jafnvel, þú veist, taka yfir land sem er ekki þeirra en það er, þú veist, það er eitt af því sem hefur breyst og það þarf ekki að, þú veist, það er ekki óþarfi að vera einhvern veginn að yfir dramatisera það og ákveða eitthvað gerist, en það er heldur ekki, það græðir enginn á því að láta þess að það sé ekki, þú veist, það sem er verið að segja sé ekki verið að segja, sko. Nákvæmlega, og það líka svona tengist þessum orðum að varnarsamningur sé bara óbreyttur. Við náttúrulega vorum með heilan þáttu varnarsamningin og og það er sannlega hotsteinn í okkar öryggistefnu og ný samþyktri, en leið sko þegar það byrnir sett í þetta Grænlands samhengi að þá bara þá fer bara mín innri rödd að segja já, mundu nú að þetta voru nána samhljóða samninga gerði með 8 daga millibili og verður bara að skoðast í því ljósi og sumum sem að ég ræði þessi mál við finnst bara fáránlegt að það kom eitthvað hik á eitthvað sem vilji eitthvað brýnt erindi við Ísland af hálfu Bandaríkjanna vegna þess að einhverju orðalagi í þessum samningi vegna þess að hluti af þessu umhverfi er að það er í raun bara búið víkja svo til hliðar ýmsu sem að bara láta eins og þessi ekki til og ekki eins og alþjóðlög og svo framvegis þannig að ég herðist nú heldur en hitt á því að það þurfi einhvern veginn að horfast í augum við breyttan heim og hefði kosið að það veri meira að tala um það í umræðinni á alþingi varandi sko halda allavega hurðinu opinni sko. Já, ég er alveg sammála því, mér finnst umræðan þessi Evrópumál frá báðum hliðum ef maður segir að það séu 2 því það eru svona allavega 2 ráðandi mér finnst það nú ekki sagt að ég upplifa það sem tæmandi, þú veist, mér finnst svona hvar svona helsti fókusin einhvern veginn og tíminn fer í að ræða finnst mér ekki, þú veist, það er ekki beint það sem að þú veist, ég myndi vilja einhvern veginn heyra sjónarmið sko og þá nefni ég líka aftur, þú veist, það er líka ýmislegt þarna á milli sem að, þú veist, hægt er að teikna upp en fer svona lítið fyrir. Ég heyrði þá hugmynd að það yrði
stofnu kannski hreyfing Já, hún er fjölmennust sem var með slagorð eða bara lag, segið ekki nei, segðu kannski og það væri sem þessi stóri hópur sem er ekki viss hvorki harður já, nýja harður nei en átt að sjá því að þetta er bara stórt mál og það geti verið bara dálítið mikil áhætta að loka þessum dyrum og vill bara fá færi á svona skipulega að setja sér nýtt að fá kannski bara að taka þátt í að endanlega móta samningsmarkmiðin og svo framvegis og hugmyndin með þessar hreyfingu væri þá fólk sem segði já í fyrra atkvæðagreiðslunni en myndi bara láta það ráðast í seinna atkvæðagreiðslunni hvernig þeir litist á þetta. En það kom ég líka samt alveg óvart að hvað þegar að, þú veist, ríkisstjórnin setti þetta á dagskrá og fór að ræða þetta hvað það voru margir sem að hafa jafnvel, þú veist, bara verið alveg já, bara já sem fór að tala svona já kannski og það er ekkit þú veist, það er ekkit margir sem að, og það er bara einhver strategi að gera það sko en þú veist það er alveg fólk sem bara vill gangi Evrópusambandið í raun ekki með einhverja sérstaka fyrirvara meira þess að fólk sem er ekkert eitthvað mendilega með einhverja það væri ekki forsendubrestur hvort að þú veist Íslandi hluta sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni og hvort að pappírinn er stimplaður hér eða þar kvóta og samanvarandi einhverja auðlindir aðrar, þú veist orku eða hvað en mér finnst svona svolítið að hafa kvarnast úr þeim hópi en auðvitað er fullt af fólki sem er þarna, þú veist segir bara, heyrðu, ég bara veit það ekki ennþá en ég ætlaði bara að nefna varandi Ólaf Ragnar og varnarsamningin þú veist, ég hef sjálf alveg sagt og ég get alveg tekið undir með Ólafi að þú veist, gagvart okkur hér að þá er það raunverulega þannig þú veist, í samskiptum okkar við Bandaríkin út frá varnarsamningi að þú veist, varnarsamningurinn heldur það er engar vísbendingar að hann haldi ekki sambandið, samskiptin, samstarfið þú veist, er gott og þannig að ég er sammálaði og hef sjálf sagt það en síðan getur auðvitað bara ekki litið fram hjá því að það er síðan, þú veist alls konar þarna í kring sem þú getur ekkit bara þú veist, hann er ekki fullkomið eiland, skilur og ég ætla ekki að fara, þannig að það er algjör ófæra. En er þetta ekki einn diplomatiska innpökkun á þessum þætti? Jú, ætla það ekki. Fullt af þráðum sem við þurfum að rekja, það er að koma leiðtogafundur NATO í lok júní og ýmislegt í aðdraganda hans við eigum eftir að tala alls konar hluti sem í þessu er en er þetta ekki nóg af flekaskilum? Jú, þetta er bara gott í bili. Takk.